Já, góða kvöldið og velkomin að Rauðaborðinu. Við sitjum hérna og erum að reyna að átta okkur á heiminu sem við lifum í og þeim tímum sem við lifum og nú eru stríðstímar og það er háskalegi tímar sem að hegða sér öðruvísi og hugsa öðruvísi heldur en vanalega. Og til þess að hjálpa mér til þess að skilja það eru komin hingað Vilhjálmur Árnason, hann er prófessor í heimspeki, Ásmundur Ásmundsson, myndlistarmaður sem er staddur í Noregi, Rósa Björk Brynjólfsdóttir, stjórnmálakona og blaðakona og ég á von á Sólveigu Önnu Bóasdóttur sem er prófessor í guðfræði hérna líka. Vilhjálmur, má ég byrja á þér svona, við lifum á stríðstímum þar sem að það er margt breyst og svona öryggi okkar og ég veit að það er margir sem að kannast við það að ganga með eitthvað svona tilfinningur í brjóstunum sem þið kunni ekki alveg að nefna hvað þessi beigur eða geigur eða uggur eða eitthvað svona. Það er líka kemur upp svona margt sem að fólk kannski hélt að væri grafið eins og svona kaldastríðshugmyndir og það koma líka upp svona sem var meira áberandi og maður svona velti fyrir sér af hverju er það horfið eins og óttinn við kjarnorkuvopnin og gereyðingastríð. Allt gerist einhver atburður og það svona þyrlast alls konar hlutur upp og við verðum náttúrulega óörugg eins og við verðum í óvissunni. Hvers svona tímar eru þetta sem við erum að lifa? Já, það er þetta, eins og segir, margs konar tilfinningar og stemningar sem skapast og mér finnst það nú einhvern vera svona sorgartími sko og bara þessar hörmungar sem maður horfir á hverjum degi en leið það maður náttúrulega sér þetta alltaf á fleiri en einu plani, það er fyrst og fremst þetta sem að steðjar að manni, bara þessi persónulegu sögur og harmleikir og hörmungar sem fylgja stríði og svo hins vegar náttúrulega er maður að hugsa þetta svona einhvern veginn pólitískt og hvað er að gerast í heiminum, hvaða áhrif þetta hafa og hvers vegna þetta var, það er svolítið kannski viðkvæmt að ræða það. Það finnst manni svona eins og alls konar aðfinnslu við því það hefur verið að velta það fyrir sko, af hverju hefði þetta gerast, hefði ekki verið hægt að koma í veg fyrir þetta en það finnst svona sko einhvers konar svona einfeldningsleg hugsun oft vera í kringum þennan aðdraganda sko og svo segja menn sko já þarna er að draga upp mjög einfalda mynd, þarna er einfaldlega verið að ráðast brjóta á sjálfsákvörðunarrétti þjóðar og vissulega er það rétt en síðan búum við þetta í heimi. Það er þetta tvenns konar röksemdir sko, ef maður fer að hugsa þetta þannig. Það er annars vegar hægt að tala bara svona prinsipíalt sjálfsákvörðunarrétt og lýðræði og mannréttindi og frelsi og allt þetta sjálfsögð og góð gildi sem við viljum halda í heiðri, en svo erum við bara í heimi sem við verðum að skoða svona raunsætt og þá er bara því miður sem sé það er ekki allir komin á sama stað í þessari hugsun og þá þurfa menn bara að taka mið af því. Ég var nú bara rétt á einhvern inn að hlusta á ég held að það hafi verið sendiherra Finna á Íslandi og það sem var að tala svona þeirra afstöðu og hvers vegna Finnland hefði ekki gengið í NATO og talaði, mann hvað orðalega hún notaði en það hefði bara ekki verið, já þau hefði viljað bara taka varkárskref, þau hefði gengið í Evrópusambandið og þar með verði ekki lengur hlutlaus en síðan þyrftu þau að svona fara gætilega vegna þau hefði alltaf haldið góðum tengslum við Rússland og slíkt og þannig að það er þessi svona varkárni sem held ég bara sem nauðsynlega því að þegar við erum að tala sjálfsákvörðunarrétt og rauninni allt tala rétt gerir ráð fyrir skyldum, einhver hafi þá skyldu til þess að sjá til þess að rétturinn sé uppfylltur
Og það auðvitað gengur í siðuðum samfélögum þar sem við höfum kerfi til þess að halda utan um það og viðurkennd yfirvöld sem fylgja því eftir og viðurlög ef það er brotið. En á heimsvísu erum við bara alltaf að einhverju leyti í náttúrulegu ástandi, sko. Við höfum ekki mannýrlegt yfirvald sem við getum treyst til þess að fylgja eftir alþjóðlegum samþykktum og þess vegna þurfa menn leið og við höldum röksemdunum á lofti hvað er rétt og siðferðilega mikilvægt, og þá þarf líka að gæta svo mikið raunsæis og varkárni. Og mér finnst sorg mín sem sé líka þarna einhvern veginn. Það er bæði þessi harmleikur, mannlegi harmleikur og sorgin yfir því kannski hvernig menn hafa komið sér í þessa stöðu. Það er auðvitað hægt að taka bara reiða hnefan og heftina gagnvart Pútín og svona staðsetja þetta í einum manni sem er dreginn upp með öllum sínum löstum. En það er bara, það nær ekki, það dregur ekki neina mynd sem er gagnleg, sko. Og þannig að ég veit ekki, sko, það er svo margt að hrærast í manni og þannig að ég veit ekki hvort ég á neitt að bæta einhverju við þessari fyrstu lotu. Ásmundur, ég fór á sýningu sem er á verkefnum upp í Grafarvogi og það var alveg stórmerkilegt að ganga þar inn og þegar maður sá að það var sett upp og örugglega búið til náttúrulega verkin, en sýningi var líklega sett upp og inngangur frá listfræðingi skrifaður áður innrásin verður. En það er svolítið þess að ganga inn í sýningu sem að hafi verið búin til eftir innrás. Ég veit ekki hvort þú sett svona sjáandi eða eitthvað, eða hvað, þú ert eiginlega að fjalla innrásina áður en hún verður. Já, svona, já, það má kannski segja það. Það er að segja, verkin eru þannig, það er allavega, það liggur mjög beint við að túlka þau út frá þessum atburðum. Það er svona, en þannig er ég bara í rauninni að gera eins og þú nefnir, sko, ég er bara að þyrla upp ákveðnum myndum sem einhvers konar myndgreining á samfélaginu og einhverja myndir sem ég tíni saman og úr verður þessi sýning sem já, bara svona finnst mér eiginlega hálf ógnalegt að skoða sýninguna, svona fyrir mig líka. Já. Þetta er ekki góður heimur sem að þarna sést, þetta er eiginlega svona hinsti dagur, einhvern veginn, þarna er dauðinn á ferði í einhver svona dauði sem að lítur út eins og þetta sé Ralph Lauren sem er með svona pólómerkið eitthvað og þannig að það eru fasistamerki og upplifur það að við sem að lifa einhverja svona tíma svona upplausnar og eyðileggingar og það sem að kannski svona mannúð og mildi sem að ég held að Vilhjálmur hafi nefnt, hvort ekki að mannúð og mildi hafi sko gefið eftir. Já, ætla að mig ekki segja það og sem sagt í rauninni má segja kannski að þema sýningarinnar sé heimsendir og það er þá er ég með sem sagt svona í miðjunni á sýningunni er sem sagt dómsdagsklukkan sem er klukka sem að Bulletin of the Atomic Scientists uppfærir reglulega og sem sagt þegar klukkan er sko miðnætti þá er heimsendir og núna í janúar var hún sem sagt stillt á 100 sekúndur í miðnætti þangað til heimsendir. Ef við klippum yfir á mig hérna núna, að ég tók mynd nefnilega eina myndunum og þetta er svona halva sekúndu yfir miðnætti. Þetta eru 100 sekúndur yfir miðnætti. En það er ekki björt hugmynd samtíma okkar að við séum 100 sekúndur yfir miðnætti á dómstigi.
Nei, kannski ekki, en ég reyndar með sko þessi klukka eins og orginallin þá er hún bara 15 mínútur, frá 15 mínútur og svo þangað til í miðnætti, en ég með alla klukkuna, þannig að heimsendir í sjálfu sér ekki sko endir, ekki samkvæmt minni klukku, þannig að það er svona ákveðin von í því, má segja. En já, nei, vissulega er þetta heimsenda spá einhvers konar. En ef ég má ávarpa það eins og sjáanda sem að ég var að segja sýn ekki betri til þess að væri, hvernig upplifirðu innrásina og svona andrúmið í kringum hana, atburðina og hvaða áhrif það hefur á okkur? Finnst þér við vera að, sérðu eitthvað bjart við þetta, eitthvað lausna leið, eitthvað bjart? Nei, mér finnst þetta svona, mér finnst viðbrögðin eiginlega ískyggileg. Og og mér finnst svona eins og fólk sé að búa sig undir sko loka orrustuna. Og maður veit ekki hvort að fólk sko að vefja sig í fána á fótboltaleik, eða hvort þau séu á eða hvort að fólk ímyndir sér að það sé í hringadróttinssögu, þetta sé lokabaráttan. Og mér finnst það vera stemmingin sko, að þá sem sagt að já, mér finnst bara eins og sé verið að kalla í herlúðra. Mér finnst það vera svona dálítið ískyggilegt og ef þú ert ekki til í að taka þátt í því, þá ertu ekki í góða liðinu sko. Mér finnst það vera svona stemmingin. Og það er ekki vinsælt einmitt að skoða, eins og Vilhjálmur var að segja, það er ekki vinsælt að vera að skoða hvað gerðist áður og hvort það sé einhver aðra hliðar á málinu. Það þykir ekki gott sko. Sólveig Anna, velkomin. Við erum vel að koma í svona biblíulegar, það er alltaf svona biblíulegu mælikvarðum heimsendir og þetta er svona stórt og eitthvað svona feigur og uggur. Hvernig slá þessir atburðir þig og svona geta okkar til þess að mæta þeim? Já, það þarf náttúrulega ekki að orðlengja það að ég er bara algjörlega eyðilögð. Ég bara eins og allir aðrir geri ég ráð fyrir, mér finnst þetta algjörlega hræðilegt og kannski er það ekki óskiljanlegt ef að maður reynir einhvern veginn að horfa tilbaka en samt sko er það fyrsta sem að manni finnst að það sé óskiljanlegt, en svo er ég hrædd að við þurfum einmitt að reyna að skoða það. En ég er bara eins og allir aðrir, ég er bara í djúpu losti og það sem að mér finnst líka vera svo uggvænlegt er að maður fær allavega ekki að heyra af því þá í gegnum fjölmiðla að það séu einhvern veginn, að það sé einhver hreyfing, svona mikil friðarhreyfing sem sagt í Evrópu sem að láta eitthvað í sér heyra. Mér finnst að ég hef ekki heyrt nógu mikið af því. Og það sem að skelfir mig er það að mér finnst að það séu sagðar fréttir af því, eins og það sé góðu fréttirnar, að fólk og þjóðir sem áður hafi verið hlutlausar eða áður hafi ekki verið með í svona hernaðarbandalögum eða hvað þau eru kölluð, að nú sjáu þau að það sé líklega bara rétta leiðin. Þannig að mér finnst allavega í fjölmiðlum, það er ekki gott að segja sko hvort þetta er satt, en einhvern veginn vera máluð upp mynd af því að það sé bara einhver svona stríðshugur í fólki, eins og það sé einhver leið. En þetta náttúrulega er ekkert víst að sé rétt mynd, en mér finnst henni verið haldið að manni. Það var alveg klárlega fyrstu dagana og kannski, fyrstu dagana, og þá voru fréttir af
vilja finna skoðanakönnun í Finnlandi og mikið rætt það í Svíþjóð, hvort þau ættu að breyta skoðun. Já, allavega hefur þetta verið sett svona fram, ég bara átta mig ekki á því hvort það eitthvað verið að plata manni eða hvort þetta alveg rétt. En ef það mikið til í því að þá finnst mér það næst vestu fréttirnar, algjörlega. Aukin hernaðaruppbygging. Ég ætla að skjóta því inn að það kom fram að forsætisráðherra í Japan óskaði eftir að yrði sett upp í kjarnorkuvopn í Japan og það bara eitthvað sem að enginn hefði trúað fyrir bara árið síðan eða ég tala ekki 10 árum eða 30 árum. Já, það nefnilega það Þannig að það eiginlega spurningin hvað þetta segir okkur og hvernig við getum útskýrt þessa skoðun eða sjónarmið ef að það einhvern veginn að breiða úr sér einhver slík svona hernaðarhyggja og það verði bara einhvern veginn stórskala stríð. Og útilokur. Rósa Björk, þú varst í Evrópuráðinu, ekki hugmyndir núna að búið að henda Rússum út? Það í raun og veru verið að kjósa það núna. Það var boðað til auka þings í Evrópuráðinu. Það eru þingvikur 4 sinnum á ári. Það var næsta þingvika átti að vera í apríl en það var boðað til auka þings núna og sem stendur yfir þessa dagana. Bara svona stutt og snart þings það sem átti ræða eingöngu þetta mál. Mér er svo áhugavert það sem þeir eru að segja að þetta er raun og veru eins og Vilhjálmur var að tala að það er svo margt að hrærast í manni við þessar aðstæður og allt láti í raun og veru hverfast einn mann þennan, því það er þægilegast fyrir okkur og það er þægilegast fyrir okkur að búa til þennan óvin í einu manni bara eins og gert að við Trump eða aðra svona einvalda sem að við höfum í sögunni og nýlegri sögu líka. En það má kannski ekki heldur gleyma því að allt þingið samþykkti rússneska þingið samþykkti þessa innrás inn í Úkraínu og ekki komu neinar mótbárar heldur frá ríkisstjórn eða ráðherrum Rússlands. Þannig að það er mjög mikill einhugur að baki allavega opinberlega að baki þessari innrás og svona fréttir það að nokkur þúsund manns hafi verið handtekin í Rússlandi sem hafi verið að mótmæla í raun og veru kannski ekki há tala. Á sama tíma þá tek ég líka undir það sem að Sólveig Anna var að tala og það er það að lítið hafi borið á kannski þessu ákalli frið vegna þess að kröfurnar frá Úkraínu eru mjög herskáar, skiljanlega vegna þess að þau búa þarna við ofurefli í sínu nágranna sem eru að bombardera þau og á hverjum einasta degi og hverju einasta klukkustund. Þannig að hræðslan er mikil og það er mikið ákall hernaðarlega íhlutun. Og en að sama skapi að þá, ég held ég að nú komið inn á það aðeins áður Gunnar Smári, þá finnst mér samt sem áður líka alveg áhugavert að velta því fyrir sig hvað þetta er að vekja upp mikla samkennd og samvinnu og í raun og veru samstöðu gegn stríðsátökum. Og ég held að það er eitthvað sem við verðum einhvern veginn svolítið að einblína líka á, vegna það er mjög margt sem að dynur á okkur hverjum einasta degi úr þessu stríðin og á þessum 17 dögum. Af því þetta er stríð sem er efnahagsstríð, það er mikið áreiti á samfélagsmiðlum, það eru myndbrot, það eru forseti Úkraínu sendi frá sér bara úr símanum sínum ákall á hverjum einasta degi. Það er líka þessi svona whataboutismi sem fór mjög fljótt af stað. Þá í raun og fóru margir að segja hvað með stríðið í Palestínu, hvað með stríðið í Sýrlandi, hvað með stríðið þarna og af því það vissulega eru stríðsátök víða heim líka. En það er líka, finnst mér, þessi svakalega samstaða í Evrópu sem við erum að sjá vegna þess að á þessum 17 dögum þá hefur þessi innrás kollvarpað svo miklu í okkar svona samfélagsgerð og þessum svona samþykktum sem að borið hafa uppi svona evrópskt samstarf frá lokum seinni heimsstyrjaldar. Þannig að mér finnst það líka mjög áhugavert.
En við Það líka, áttu við að segja bresta þær samskipti sem að halda upp í svona samvinnu í Evrópu, eða það að styrkjast? Nei. mér finnst að vera að styrkjast við þetta. Og það voru komnir, guð minn góður, við vorum búin að sjá þvílíka bresti í evrópskri samvinnu undanfarin ár og áratugi, þar sem að bæði Pólland, Ungverjaland og fleiri lönd voru hótaði að fara og vildi ekki virða ESB samkomulag og svo framvegis. Og við sáum líka mjög mikinn uppgang þjóðernispópúlisma og svona eitraða kallmennsku líka í bland við það, sem að virðist líka vera þessi drifkraftur og undirbygging hjá Pútín. Samanber andstaða við alls konar samþykktir og sáttmála sem að Rússland sjálft hefur undirgengist en hefur síðan notað einhvers konar áráðu stríði gegn Vesturlöndum. Og náttúrulega líka erum við að sjá ótrúlegt magn af falsfréttum. Og þú byrjar á því að spyrja mig um Evrópuráðið, það var til dæmis falsfréttir sem ég heyrði sjálf inn á BBC að Evrópuráðið hefði hent Rússum út og síðan reyndist það ekki verið rétt. Þannig það alls konar upplýsingaflóð í gangi og mikið áreiti sem dynur á okkur og það ekkert skrítið að það sé margt að hrærast í manni við þessar aðstæður. Fólk sem við þekkjum, við hljótum öll að þekkja eitthvað fólk í Evrópu sem er lafhrætt, hvort sem á Norðurlöndunum eða í Evrópu. Og meðan eru við hér nánast svolítið svona varnarlaus og hjálparvana gagnvart þessu sem er að gerast og ég held að við talum nú fyrir munn margar sem að velta því fyrir sig á hvernig get ég aðstoð, hvernig get ég hjálpað. Þannig að á sama tíma og við erum að sjá einhvern óhugnað á hverjum degi þá erum við líka að sjá einhverja svona hjálp sem er samkennd og samvinnu á áður svona óþekktum skala allavega í einhver ár og áratugi. Kannski á eftir að koma í ljós hvað sú samstaða var, þú talar svona andstyggð gagnvart stríði, framan af sem að Sólveig var að benda á að þá var það nýtt svolítið til þess að ýta undir hernaðarvæðingu, en það má vera að straumarnir eigi eftir að liggja eitthvað. Við áttum okkur ekki á þessu sem einstaklingar á svona skömmum tíma, hvað þá svona heilu samfélögin sem þá eftir að finna sér eitthvað svona eitthvað farveg. Viljum við þú taka hana bolta? Já, mjög margt sem að þetta, og ég tek mjög undir það sem að segja hann í lokin svona nánast á hegðarskum nótum að við náttúrulega erum í einhverju miðri atburðarás og engin leið að sjá hvað gerist og munum ekki skilja fyrir rykið fallið sem mun eflaust taka langan tíma. En ég tek undir þetta með hernaðarvæðinguna sem við finnst að hafa verið óhuggulegt og það er eitthvað sérkennilega samofið oft hið góða og hið slæma í svona. Við tölum samstöð og samkennd og það kemur, hún eflist oft af ógnum og þegar að slæmum hlutum þá sprettur hið góða í viðbragðinu En svo er það virkað líka í þessa hernaðarvæðingu og ég heyri ótrúlegast að fólk bara gleðjast yfir því til dæmis að Þýskaland sé nú loksins að ranka við sér og ætla virkilega að búa sér til almennileg vopn sem öll hafa verið orðin hálfúrelt og þetta bara er talað fjálglega eins og af hinu góða og þannig að þarna er bara svo óborðlega margt sem að og leið er þetta og svo er þetta náttúrulega svo fóðurum við þessar hugsanir líka og þá kem ég aftur að stefi sem ég var með áðan sem var mér kannski efst í höfuð. Við fóðurum þetta með auðvitað svo skýrum hugsjónum sem að við héldum nú tíma væru kannski bara komin til að vera þessi svona frjálslyndu lýðræðislegu hugmyndir sem eru auðvitað, sem hafa reynst vel og fela auðvitað í sér svona gagnrýni og endurskoðun sem skortir algjörlega í Rússlandi því að þó ég hafi varað við því áðan að einangra vandann og orsökina við kollin á Pútín þá auðvitað það hluti af því að það ekki, það virðist vera barið niður öll fjölmiðlar og samfélagsgagnrýni og þessi einhugur sem við sjáum í þingi þar þegar einhugur skapaður af ógn hugsanlega af einhvers konar terror þá náttúrulega þá veit maður ekki
hvað þarna að marka og þarna þetta koma bara klassísk stef hvernig harðstjóri verður til. En leiðir þetta, nú ég komin inn á einfeldislega línuna sem ég varaði áðan að vissu leyti, því að sko ég held að og svona, ef við hugsaum þetta svona siðfræðilega sko, mér finnst það alltaf ofboðslega mikilvægt í siðfræðilegum röksemdum og mér finnst þetta svo rosalega oft gleyma, sérstaklega hjá hugsjónaglöðu fólki, að við getum haft mjög skýra röksemdir fyrir því hvað er rétt að gera og sem sé út frá hugmyndum og vegna þess að það er verið að brjóta mannréttindi, það er verið að níðast á fólki og mismuna. En það þarf bara alltaf, það þarf alltaf mörg viðbótarrök og annars konar rök fyrir því hvað á að gera. Hvernig á að taka raunsæ skref sem að stuðla að því bara í hænufetum sko, sem leiða til raunverulegra gagnlegra framfara. Og þegar maður talar svona, þá er það oft svona sko, þetta þykir einhvers konar bara, já, alltaf í íhaldssemi, alltaf mikil varkárni, menn standa ekki við sínar hugsjónir, en ég held að hugsjónirnar bara, sko, það er miklu skeinuhættara fyrir þær að vera óraunsær og einfalda hlutina. Ég held að við verðum að þarf bara, og minni aftur bara á heiminn, sko, að það auðvitað þannig að þar sem að eru sko, hann er náttúrulega bara gamli Hobbes. Hann er náttúrulega ótrúlega góð áminning alltaf þó hans hugsun sé auðvitað takmarkuð. Það er að segja að þegar við höfum ekki sameiginlegt yfirvald, þá er í rauninni þá er aldrei friður tryggður vegna þess að sá versti í hópnum getur alltaf ógnað og þegar menn segja núna, og jafnvel sko mér skilst yfir 50% íslenskra kvenna heyrðist mér á einhver skoðanakönnun væri tilbúin að senda her inn í Úkraínu, vonandi hefur missist, að sko þá við erum náttúrulega í heimi þar sem eru kjarnorkuvopn og það þarf að taka gríðarlegt tillit til þess. Þannig að já, þarna er bara þessi flókna mynd. Og ég held að sko, það borgar sig aldrei að ögra svona afli. Það þarf að reyna að eftir megni að nota hinar diplómatísku leiðir og þar hefðu þetta þurft að, nú veit ég komin í hefði sem kannski er alls ekki hugmyndin hér, það hefði átt að tala við Úkraínu og úkraínsk yfirvöld og allt öðrum nótum heldur en gert var. Já, hérna Ásvaldur, má ég koma til því með þetta með samstöðuna. Fyrst að ég hefði talað þetta bara daginn eftir innrás og það bara var til bara á Vesturlöndum þessi gríðarlega samstöða og fólk fagnaði henni skiljanlega. Þá fór maður að hugsa að það var rosalega samstöða á Vesturlöndum eftir 9/11 eða árásina á tvíburaturnina, gríðarlegur samstaða og fordæming á þessum hryllilegu hryðjuverkum. En sú samstaða í minningunni, þá var hún misnotuð á sko hryllilega máta sko. Bæði með árásum á saklaust fólk út allan heim og svo með því að eiginlega brjóta niður svona persónufrelsi og í Bandaríkjunum sem njósnað íbúana í nafni öryggis og svo var náttúrulega lagðist yfir Bandaríkin eitthvað svona þöggun að það urðu allir eiginlega að vera sammála og Bandaríkin ekki eiginlega borið sitt barð eftir þetta. En þetta er svona þraut að stríðið getur kveikt í okkur löngu til friðar og einhver getur viljað ná í friðinn með því að beita stríði og samstaðan getur verið bæði góð og slæm. Jú, ég get alveg tekið undir þetta og já, og það er svona í rauninni ískyggilegt. Mér finnst samstaðan eiginlega vera ískyggileg þó að ég sjái það líka að menn eru boðnir og búnir að hjálpa flóttamönnum og sem aldrei fyrr og það er mjög jákvætt og menn eru að tala frelsi og frið en ég held að
já, ég held að aðferðirnar sem að virðist vera, sko, menn séu sammála sé bara sé bara stríð, hreinlega. Og þú sér það að þú getur farið og þú ert að fara að styrkja svona, þú sér á síður þar sem þú getur styrkt svona humanitarian eitthvað í samband við Úkraínu. Og þú ferð þarna inn, þá getur þú getur sett peninga í flóttamenn og þú getur líka sett peninga til þess að kaupa vopn fyrir úkraínska herinn. Þannig að þetta þannig að það eiginlega búið að snúa þessu svolítið á haus líka. Ásmundur, það ekki svolítið skiljanlegt, sko? Þetta náttúrulega ekki fámenn þjóð, þetta eru 40+ milljónir, en hann að berjast við algjört ofurefli. Ekki eðlilegt að menn fari og vilji berjast með þeim eða gefa þeim vopn? Jú, það getur verið, sko, en það svolítið sérstakt að það sé samt, sko, ég man ekki eftir að sé það áður að þetta sé boðið bara hreinlega upp á þetta. Þú setir peninga í vopn í nafni friðar. Ég bara man ekki eftir að sé þetta áður. En nei, það má vera að þetta sé bara jákvætt, sko. Ég skal ekki það segja. En ég segi að gott að sé ekki svona eðlilegt að vilja raunverulega fara og berjast með Davíð á móti Golíat. Jú, það voru og barðust á Spáni á þessum tíma. Það eru Íslendingur sem að dóu ekkert svo fyrir löngu síðan að berjast með Kúrdum gegn öllu þeim sem voru að ráðast að þeim. Jú, en svo það ákveðin tvískinningu líka í því, sko, hver á að berjast við Pútín, sko. NATO ætlar ekki að gera það, sem betur fer, getum við sagt, eða segi ég. En hverjir eiga þá að gera það? Það eru þá úkraínskir karlmenn frá 18 upp í 60, eða ekki? Jú. Sem eiga að fara óþjálfaðir og berjast við stórveldið Rússland. Og við erum öll sammála það að allir á Íslandi er alveg sammála því að þetta sé einmitt aðferðin til þess að hrekja þennan hryllilega mann, Pútín, frá völdum, og ég er alveg sammála því, hann er algjör hryllingur, en þetta er svolítið sérstakt. Má ég aðeins koma inn í þetta, ef ég má, að því minnst þetta svo áhugaverðar og vangaveltur hjá honum Ásmundi, vegna þess að ég hef upplifað líka það sama og það eru margir kringum mig sem hafa upplifað líka sama, finnst það mjög óþægileg, þessi krafa það að setja peningar í herinn í Úkraínu. En mér finnst það er einhverju leyti líka svona einhverju ómöguleiki í stöðunni, vegna þess að það er ekki vilji heldur almennur til þess að allavega ekki meðal NATO að stíga inn í þetta. Og það er einhver svona ómöguleiki í loftinu, verið að reyna að ítreka að tala fyrir Pútín. Ég held að Emmanuel Macron, svo fréttir það í dag, að Emmanuel Macron er búinn að tala við hann 7 sinnum frá því hann átti fundinn með 30 metra langa borðinu, sko. Þannig að það er búið að tala mjög lengi og mikið við Pútín og ég held að njóti þess mjög. En en það er þessi dilemma í raun og veru að það má ekki fara inn vegna þess að þá getur allt sprungið í loftu og það er eins og Pútín hafi gert sér alveg fullkomlega grein fyrir þessu og það væri ómöguleiki fyrir aðra þjóðir að einmitt stíga inn með hernaðarvaldi en leið býður það hættinu svo mikið heim vegna þess að nákvæmlega eins og fyrir að hér, ef ég má bara skjóta mér inn í þetta, að þá býður það upp á alls konar málaliðar, það eru konar málaliðar frá Sýrlandi, frá Assad, komnir inn til þess að berjast með Rússlandi, Úkraínumenn, heyrði ég líka einhver frétt það, forseti Úkraínu var að bjóða peninga öllum þeim sem ætla að halda á vopni, þannig að það er svo stutt í að þetta verði algjörlega hryllilegt og hræðilegt ástand, það sem verður bara algjört villt af vestri, ekki það að stríð sé líka alveg villt vestur, en þarna bara verður einhvern veginn súpa til mjög fljótt hræðist maður, Ég vil bara skjóta ég aðeins að inn í þetta. Já, svona stigmögnun sem eðli í stríða. Sólveig, nú áðan ég með heimsendi til þín, nú kem ég með þennan hrylling sem að Rósa var að lýsa í, sem að gæti verið, það væri bara málaliðar og alls konar fólk alls staðar í heiminum færu þarna
til Úkraínu og þetta myndi, svo náttúrulega hægt að þetta verði stríð inn í borgum sem að hryllingur. Sko. Já, þetta auðvitað bara, maður bara orðlaus og ég held að svona þessi spurning sem að koma hérna upp í orðum okkar allra meira og minna sko, það svona eitthvað knýjandi, hvað getum við gert og hvað stendur til boða að gera og eitt þetta sem að nefna að sé einhverjir málaliðar þegar komnir og einhverjir sjálfboðaliðar og það sé á einhvern nátt auðvitað skiljanlegt. Og ég held að þetta eitthvað mjög mannlegt að þetta bara þvílíkar aðstæður og fólk einhvern veginn bara finnst knýjandi að gera eitthvað og gera eitthvað til góðs auðvitað og þar með allt þetta örlæti sem kemur fram í gjöfum og hlutum og taka á móti flóttafólki og allt þetta. En ég ætlaði svona bara að koma því að Alkirkjuráðið, World Council of Churches, stofnað sama ár og Sameinuðu þjóðirnar, 1948. Og það eru mikil alþjóðleg samtök og sem hafa verið mjög virk í friðar baráttu eða hvað maður segir, sem sagt baráttu fyrir friði og gegn ofbeldi undanfarna 2 áratugi, þau settu á laggir risastórt verkefni 2001 og sem hefur verið fylgt eftir alveg stöðugt og hvað hafa þau lagt áherslu á? Það var ekkert stríð, ekkert beinlínis svona stríð þá, auðvitað alltaf verið eitthvað, en þau hafa sem sagt svona bara opinberlega hafna þessari aldagömlu heimspeki og guðfræðilegu hefð sem að sko gengst inn á vissa réttlætingar fyrir stríði, allir þekkja þessi skilyrði, svona þessi klassísku skilyrði sem að bara hinnir ýmsu, Platon og Ágústínus kirkjufæðir og fleiri hafa sem sagt skrifað inn í okkar menningu. Þeir hafa sem sagt bara algjörlega hafnað henni sem bara tækri og þess í stað talaði sem sagt just peace sem mjög svona róttæka friðarhyggju sem að í raun veru fyrst og fremst gengur út á fyrirbyggjandi friðaraðgerðir. Þannig að það ekki hægt beinlínis að þeysa með þá hyggju á skriðdrekum fram á vígvöllin, heldur hún gengur út á mikilvægi þess að það sé virt friðarstarf í samfélagunum og í menningunni, þar sem að verið að vinna á langtíma, sem sagt, með langtíma markmið að byggja upp friðarmenningu í réttlátari og sjálfbærari samfélögum. Þannig að þarna þessi mikla spenna sem var minnst á áðan að við viljum gera eitthvað og við viljum láta gott af okkur leiða flest og það fær ýmsa birtingamyndir, en þarna þetta samkirkjuleg hreyfing, Alkirkjuráðið það, og sem að vill bara, hún segir að það verður ekkert stríð ef að við vinnum alveg stöðugt að réttlæti í samfélaginu og í heiminum. Þannig að þessi just peace segir bara það verður engin friður nema að sé réttlæti. Þannig að ég vildi nú bara svona koma að við vitum það eru friðarhreyfingar og hópar út allt, en það ekki æsiefni og aldrei í fréttum. Spurningin hvað eru þau að segja núna? Ég hef ekki heyrt neitt vegna þess að ég held að fá bara ekki pláss, sko, það sé heldur ekkert sexy, sko. En ég veit það ekki, sko, en við fáum finnst mér, mjög einhæfar
einhverjar fréttir og aðalega verið að vara við myndum að þeir vilja sýna okkur virkilegan hrylling, sko. Vilhjálmur, friðarhreyfingarnar, þær eru týndar. Sólveig er ekki svo fyrsta sem nefnir þetta við þetta borð og við höfum verið að ræða það hvað varð það því þær voru áberandi á eftirstríðsárunum og það mikil áhrif. Mögulega stoppuðu þær Víetnamstríðið, mögulega ýttu þær undir afvopnunarviðræður, mögulega drógu þær úr aukningu kjarnorkuvopna, þannig að þær höfðu mikil áhrif, en síðan allt í einu þegar að stríð kemur inn í Evrópu að þá kemur í ljós að þær eiginlega bara horfnar og týndar og hafa ekki þessa rödd og fréttamennirnir hringi ekki í þær eða einhverjum ástæðum þá bara heyrist ekki í þeim. Hvað höfum við breyst eða er þetta kannski svona að friðarhreyfingarnar voru afkvæmi kalda stríðsins, ógnina að við getum tortímst í átökum milli vesturs og austurs í kjarnorkustyrjöld. Svo fellur austrið og austrið verður gríðarlega bjartsýnisaldra og austrið verður bara eins og við og það verður kapitalismi í Rússlandi og Sovjetið er dautt og sovjetski kommunistaflokkur er löngu týndur og verið að tengja orkuleiðslur frá Rússlandi yfir í Evrópu og ólígarkarnir koma og búa til bara gullöld á markaðnum í London. Allt virðist verið í lagi en þá allt í einu bara skellur á raunverulega verri ástand í Evrópu. Heldur var nokkuð tíman á kalda stríðinu, heldur var nokkuð tíman þegar að óttina átti að vera gagnvart átökum, hugmyndalegum átökum Sovjet og Vesturölda. Þá erum við bara komin í eitthvað allt annað og ég meina hver er þá óvinnurinn, sko? Ég veit ekki hvort þú viljið, hvað varðum friðarhreyfingarnar? Vantaði þeim raunverulega bara þessi klassísku uppstillingu góða og vonda eða hvað var það sem vantaði? Okkur fjaraðu þær út? Þetta er saga sjálfsflókin sem ég þekki ekki en mér finnst þetta nú svona bara brjóstvitið þegar þú rekur þetta svona þegar að kalda stríðinu lauk og menn halda að þar með það hefði orðið einhver mikil þáttaskil og þá náttúrulega svona einhvers konar andrúmsloft sem fóðrar friðarhreyfingar það dregur úr eldsneyti þess en ég veit bara ekki hvernig þær hafa verið og haldið áfram sínu starfi undir niðri því að það liggur oft líka í það er ekki nema kannski að sé einhver átök og í gangi sem það virkilega birtast en kannski vinna þeir þarna þögult og svona langtíma starf í þeim anda sem að Sólveig Anna var að lýsa og er mjög í þeim anda sem talaðum sem margir heimspekingar og þar með þessi fræga Richard Kant eilífan frið þar sem hann talar einmitt á þessum nótum mikilvægi þess að efla eða hugsa út frá mannréttindum og réttlæti en við tölum nú heyrir maður miklu meira og það kallar svolítið á þessa raunsæishyggju sem ég var að tala áðan og að því leyti til hún svolítið varasöm að það þýðir ekkert nema að við verðum bara að halda ógnarjafnvæginu og þá kemur hernaðurinn upp á móti þar sem að menn þurfi bara við skulum muna það segja menn að það sem kom í veg fyrir heimstyrjöld á sínum tíma kjarnorkustyrjöld var ógnarjafnvægið menn bara þorðu ekki að beita vopnunum og svo getur menn sagt það áfram líka það eina sem mun hindra heimstyrjöld núna er bara þessi gagnkvæmi ótti vegna þess að það er þessi fælingamáttur á báða bóga en þetta er náttúrulega óþolandi framtíðarsýn Vilhjálmur, er það ekki frekar hugmyndin sú að við verðum bara að fella Pútín? Þannig að nú erum við komin í það hugmyndum að við verðum bara að vinna andstæðinginn til þess að skapa frið, þannig að það er ekki verið að bjóða upp á ógnarjafnvægi. Já, ég heyri það nefnt líka en fella Pútín jú, það er náttúrulega það er þessi hálfgerving til illa í einum manni og þetta er eitthvað miklu stærra það er allir svona menn bornir uppi af það er náttúrulega óhugulega við það til dæmis þegar Trump var kosinn og allt það þá náttúrulega urðu menn að greina jarðveginn í Bandaríkjunum það sagði alveg óbóðslega mikla sögum Bandaríkin og segir enn
ég veit ekki hvort, og það segir kannski miklu meira í svona frjálslyndu lýðræðisríki eins og Bandaríkjamenn teljast nú vera, heldur en kannski í ríki eins og sem á sér allt aðra sögu og allt aðra pólitíska menningu heldur en Sovétríkin. En allavega ég held að sko með því að fella foringjann, ég held að það sé bara ekki leiðin heldur. Það spretta örugglega upp aðrir í hans stað og svona menn eru bornir uppi á einhverjum öldufaldi sem sé sögulegra og menningarlegra strauma sem að erfitt er að átta sig á. En sko það er alltaf sko margt í þessu sem að og maður fer í sko, já til dæmis það eru friðarumleitanir. Það er bara í fyrsta frétt núna þessa dagana. Það voru friðarumræður í dag og menn að það hitta strax aftur í fyrramálið. Það er verið að ræða og vonandi hægt að semja eitthvað. Þá náttúrulega sko, þá er hægt við að kannski menn sem sé þá verða menn náttúrulega vera reiðubúnir að brjóta oflæti sínu, helst á báða bóga og spurning hvort að það helst. Það sem að, sko, og hún nefndir þarna þegar kalda stríðinu lauk, Sovétríkin féllu og allt það, þá örugglega voru óbóðslega mikilvæg söguleg tækifæri sem að sennilega voru ekki nýtt til þess að sko, að því að það er ekki nóg að og kannski þýðir ekkert að fara í svona það sem við hefðum átt að gera sögulega en það skiptir samt máli upp á það hugsanlega hvað við getum gert núna því að sko ef við erum að tala hérna friðarmöguleikana og Sólveig Anna nefndi þessa langtímasýn sem er alveg ofboðslega mikilvægt að halda alltaf vakandi vegna þess að hún er alltaf mótvægi gegn hernaðarvæðingu, hernaðarhyggju og hugmyndum ógnarjafnvægi og fælingarstefnu að það sé ekki langtíma markmið, en svo þarf að hugsa, já, og við erum með langtíma sýn á frið sem er á þessu tagi, en svo þarf að semja frið í tilteknum aðstæðum og þá eru menn í valdatafli og strategíu sem að lítur allt öðrum lögmálum og ég held að það þurfi bara að nú veit ég ekkert nákvæmlega hvað er verið að ræða en ég held að til dæmis ef að Úkraínumenn verða til dæmis knúnir til að láta eitthvað að hendi eins og hann talar náttúrulega að Krímskaginn og þá verði menn held ég í friðaranda að styðja þá í því frekar en að álasa þeim fyrir að gefa eitthvað eftir og láta undan þessu valdi því að það er bara staðreynd í þessum heimi að Rússar sko telja sig hafa ákveðið umráðasvæði. Það er náttúrulega ákaflega, við getum sagt að þessi gamaldags hugmynd, 19. aldar hugmynd eða hvað það er. En það er bara staðreynd í samtímanum sem þarf að taka tillit til og vinna innan þess að þessu langtíma markmiði friðarins og hérna frekar en að nota þessar réttlætis og lýðræðis hugmyndir sem olíu og eld æsinga í einhverjum eldfimum aðstæðum. Það er bara, já, það er gríðarlega varasamt og já, það var eitthvað sem ég ætlaði að segja en glemdi en ég kem aftur. Það er svona þráður í þessu sem ég ætla að fara með til áslutar sem hjá Vilhjálmi. Ég var að byrja eiginlega á því að tala það sem væri einhvern veginn að sama hvað við teldum okkur vita, hvað var hvernig hlutir þetta vera, þá er það bara ekki þannig í heiminum og það er svona einhvern veginn að við verðum að geta kunnað að búa, ég myndi orða þannig, búa með þeim illa. Það er ekki endilega í boði að sigra það eða vinna það. Ásvöldur, hvað hefur við að setja okkur við að búa í heimi þar sem er sko fullt af andstæðilegum heimriðsel, það vantar svo sem ekkert í heiminn sko, það er í hryllileg ríki í Sádi-Arabíu og víðar sem að sko lítið er fjallað En þetta er samt svona einhver breyting og það var svona að Kína væri að breytast einhvern veginn og Rússland væri að breytast og það var allt svona meira og minna að koma einhvern veginn stemming sem var svona á Vesturlöndum sko, ég veit ekkert, á Suðrinu lítur þetta allt öðruvísi út. Við eigum að venja okkur á því að bara búa með hinu illa. Jú, ég meina, erum við ekki búin að búa með hinu illa alltaf?
og þú nefndir árásin á tvíburaturnana og öll illskuverkin sem voru framin eftir það, við kjölfarið á því og þannig að ég held að við séum bara búin að búa við þetta ansi lengi og að sjálfsögum ekki að sætta okkur við það. Það er bara, en hvernig á að berjast á móti, það er hins vegar kannski önnur spurning en ég held að já, það er mjög mikilvægt að berjast gegn þessu, en einmitt eins og Vilhjálmur segir, maður verður samt að vera sko raunsær og það er ekki hægt að það er ekki hægt að knýja þetta fram bara upp úr engu. Má ég aðeins koma inn þarna? Ég hef afskaplega gaman að því að tala hið illa og ekki það að ég hef nú ekkert meiri þekking á þessu efni heldur en bara þið, en ég held að eitt sem að við þyrftum að einhvern veginn að ég veit það ekki, tala saman ég veit það ekki, einhvern veginn þurfum við að átta okkur á því að þetta góða og illa er alltaf samofið og það er hættan þegar við aðgreinum það og tökum einhvern veginn gott megin og hið illa. Þetta kemur yfirleitt í ágætisblöndu en við bara í afþreyingarefni fyrir börn þá eru þau frá blautu barnsbeini á þau kunna tala. Þá fatta þau að hið illa er þarna eitthvað svart og fer mjög hratt og í nýjustu, eða það hefur reynda kannski verið lengi bara í prinsessumyndunum frá Disney, þá er þetta alltaf svona. Þetta er algjörlega aðskilið og þessi einföldun, hún verður líka til þess að við setjum núna allt illt á Putin og Saddam Hussein sem var niður í holu í jörðinni og allt þetta sko. Þetta er bara í sjálfu sér finnst mér ofbeldis vekjandi hugmynd og vissulega þurfa að berjast og gegn hinu illa og finna hvar það felur sig, en það felur sig mjög oft í blandi við það sem við köllum gott. Þannig að þetta er uppeldisatriði finnst mér bara mjög mikið að það þarf að tala allt öðruvísi þessar hluti gott og illt. Það er ekki tvö öfl í veröldinni sem er alltaf að berjast. Heldur þetta er svo samofið oftast að það er bara erfitt ofta að aðgreina hvað er hvað. Það er í okkur öllum. Það er í stríðsæsingunum að þá er afmennskun andstæðingsins. Já, það er náttúrulega stóra málið og þá verður ekkert gott eftir þar. Heldur, það verður bara illskan nakin. Það sem kemur á móti, þá verður eiginlega svona ofurmennskun okkar. Að við verðum allt í einu svo stórkostlegir ljósberar frelsis og fegurðar á sama tíma. Því að það er því meira sem að þú myrkvar andstæðingin að þá meira ljós verður á þér. Manni finnst það stundum í umræðinni eins og tilgangur sig eftir síðri sá að við upphefum okkur sjálf á háskatímum. En sko má ég aðeins bara líka bæta við, af því að við erum nú ekki einum að vera að velta fyrir okkur hvar friðarhreyfingar í Evrópu séu og hvar er hver að tala fyrir friði og svo framvegis. Það voru samt, ef ég má bara aðeins beina smá ljósglætu inn í þetta samtal okkar. Sko það voru 20.000 manna í evrópskum borgum að ganga gegn stríðinu í gær alla Evrópu. Og það er, ég held og ég trúi því einhvers staðar inn í þessu ömurlega ástandi, þá verði allavega til þessi umræða friðarhreyfingarnar og umræðin það að sporna við þessari miklu svona hernaðarhyggju sem að dýnur á okkur alla daga og mjög svona brútalt og allt í einu og óvænt. Og það er líka þannig að fyrir 19 árum síðan þá voru fjölmennustu mótmæli í Evrópu gegn innrásinni í Írak sem urðu straumhvörf í til að mynda breskum stjórnmálum. Og þá voru friðarhreyfingarnar sem að börðust linnulaust gegn kjarnorkuvánni og kjarnavopnum sem að fengu svo þau samtök sem að leiddu þá baráttu, þau fengu friðarverðlaun Nóbels fyrir stuttu síðan.
Þannig að það er vonandi inni, en það er líka þessi umræðan í Evrópu og inn í miðlum þar að þá er friðarhreyfingun og hvar þar séu. Það er náttúrulega líka verið að benda, við erum að koma úr heimsfaraldri, þar sem að hefur verið fólk að forðast margar samkomur. Það er líka loftslagsváin sem hefur verið mjög heimsenda yfir okkur, þannig að það hefur líka verið að fólk hafa verið að ganga með mikið og verið mjög virkt inn í þeirri hreyfingu. Og svo það líka samfélagsmiðlarnir sem að loka okkur af í raun og veru og það myndast ekki þessi sama þessi fjöldi á götum úti að mótmæla. Þannig að það er verið að leita, þetta er kannski einhverju svona skýringar á þessu, en það er líka kannski inni að við má aðeins vinda mér örlítið inn í pólitíkina. Ég var að minnast á því að þetta breyttist svo hratt, til að mynda mér fannst viðsnúningur þýskra stjórnvalda inn í það að fara að senda vopnin í annað land sögulegur. Það hefur ekki gerst frá lokum seinna heimsstyrjaldarinnar og það hefur verið mjög sterkur þráður í allri pólitík Þýskaland að vera aldrei aðili að hernaðar átökum. En þarna var viðsnúningur eftir mikið þjark í þýska þinginu og upptökur af umræðunum inn í þýska þinginu þá heyrast andköf allt þingið. Af því að það var bara fólk að var slegið yfir þessum í raun og veru þessu svona real pólitíska viðsnúningi. Og það svona rýma kannski aðeins vinni í það sem Viljum var að tala og þetta hugsjónirnar versus real pólitíkin. Og þegar að óvinurinn farin að koma ansi nálægt þér, eins og staðan núna í Evrópu og þá bara hefur fólk kannski svona endurhugsað og það gerist óhugnalega hratt að endurhugsa afstöðu sína í það að lifa í friðsamlegu umhverfi og svo allt inn óvinurinn komið í landamærin, það fólk að byrja að flýja í hrönnum inn yfir landamærin og þá þarf að endurskoða kannski afstöðuna mjög hratt. Ég hef hins vegar þá trú að þessi meðbyr með hernaðarhyggjunni að það eigi eftir að dvína. Ég held að þetta séu svona mjög sterk viðbrögð, fyrstu sjokk viðbrögðin sem síðan eigi eftir að dvína og eigi eftir að eiga sér einhverjar svona samræður í Evrópu. Ég ætla allavega að halda í þá trú, Já, ég vona það líka. Jú, en svo kemur við líka inn á þetta svo þetta náttúrulega einhverju leyti, þetta pródúserað líka. Og aðeins ég vilja fara út í einhverja samsæriskenningar, að þá að þetta hverju græða á þessu nýja vopnakapphlaupi og við sjáum það hvað menn gengur langt í bara meðferð sannleikans í kringum Íraksstríðið og gjöreyðingarvopnin sem Saddam Hussein átti að vera með. Þannig að þetta líka dálítið ískyggilegt og tala að þetta gerist mjög hratt. Þýski bara á einni nóttu þá var þeir allt í einu komið með fullt af peningum sem þeir ætla að setja dælinn í herinn. Já, gerist þetta bara svona einni nóttu? Ég einhvern veginn trúi því ekki alveg. Það er náttúrulega augljóst mál að það er búið að vera NATO og Bandaríkin eru búin að vera að djöflast inn í Úkraínu. Og ég veit ekkert hvað það er, en það á sjálfsagt eftir að koma í ljós meira. Já, ég held Það er krafan 2% af landsframleiðslu í hernað sem að þýska þingið var að samþykkja. Þetta er krafa frá Donald Trump fyrir svona 3 árum þegar hann fór Evrópu og heimta þetta frá öllum. Síðan núna á einni nóttu það bara ákvæða eiginlega öll þingin, danska þingið ákveður þetta, þýska, út allt. Þannig að Donald Trump var alltaf búin að nefna þetta. Það er sagt og persónulega að við eigum ekki að taka afdrifaríkar ákvarðanir í áföllum og ég held að þetta er nú sama eiga við þjóðir og mér finnst alveg ótrúlega hratt talað margt og að jafnvel ég meina við erum að muna, ég er alltaf að minna á þetta Rússar hafa lengi og búin að tala mjög skýrt lengi það að Úkraína og þeirra yfirráðasvæði og þetta er svona stuðpúði þeirra gagnvart vesturinn og allt það. En svo núna er það að segja eins og Ísland gæti hugsanlega orðið fyrir innrás og við verðum að treysta okkar varnir hér bara með hera þetta er ótrúlegt, finnst mér ótrúlegt og svona hratt farið yfir
og ekki hugsað sem sé út frá einhverjum raunsæðislegum staðreyndum það, vegna þess að þegar maður segir svona, þegar ég segi svona, þetta er yfirráðasvæði Rússa, þá er maður sakaður að vera eitthvað að afsaka og það er eitt að skilja, þetta er alltaf rosalega vandmeð þar í svona umræðu, að reyna að skilja einhverja dýnamík og orsakir og svona samspil margra þátta sem að leiddi til þess og voru mönnum ástæða til þess að gera eitthvað og þá sé maður fann að renna sér yfir í að réttlæta það. Það er bara alls ekki þannig og hérna, ég held að það sé bara rosalega mikilvægt að reyna að skilja hérna, jafnvel sem okkur finnst alveg náttúrulega hrikaleg þessi innrás en að reyna að skilja samt sem áður sko, hvað eru Rússar að hugsa því að þeir eru eitthvað að hugsa, þetta er ekki bara einhver klikkuð ákvörðun sem kemur upp úr engu vegna þess að við höfum notað hérna orðað eins og þetta hafi gerst allt í einu, vissilega gerðist þetta á einni nóttu en þetta lá í loftinu, jafnvel í nokkur ár. Það segja sumir svona... Rússar réðust inn í Georgíu með sömu rökum 2008 og tóku Krím 2014, þannig að þetta kemur ekki laus lofti, það er klart. Nei, en að Skandinavíu standi með sama hætti hvað þá Íslandi einhver meiri ógn af Rússlandi fyrir vikið, það finnst mér ansi langt seilst. Herðu, hérna, þetta eru háskalegir tímar, Sólveig, ef ég má, hérna, hvernig getur þetta endað? Þetta óskum við öll þess að þeir semji bara í fyrramálið, þetta verið búið í hádeginu á morgun, það er ekki svona líklegt. Hvað sér þú fyrir þér hvað svona tíma eru að fara að sigla inn í? Já, það er ekki lítið spurt. Ég náttúrulega hef bara akkurat engar forsendur til þess að segja neitt sko gáfulegt það. Það sem ég finnst bara blasa við að við erum nú þegar að upplifa einhvers konar ógn og skelfingu og hræðslu sem við höfum ekki þurft að gera í hvað ég var að fara langt aftur það til seinni heimsstyrjöldinni það ekki. Þannig að ég held að bara við sem erum á miðjum aldri og aðeins rúmlega það að við vitum bara ekki neitt um þetta. Við höfum bara lesið þetta og höfum spurt foreldrar okkar hvar þau voru á meðan að stríðið út í Evrópu var og þau voru börn 10 ára aldur þá flest. En ég ætla að leyfa mér að hérna bara hugsa eitthvað aðeins lengra og eins og Rósa var að tala að ég trúi því að það er fjöldi manns sem að hugsa með okkur núna hvað getum við gert og hvernig getum við haft áhrif og til friðar. Þannig að ég ætla bara ég er náttúrulega, sko það er fáránlegt að tala að maður sé bjartsýnn eða eitthvað slíkt, en ég ætla bara að leyfa mér að vona að fyrr en síðar að þá einmitt vaxi þessi hreyfing, friðarhreyfing og friðarraddir og einhvern veginn þannig að við hérna einhvern veginn eflumst í þeirri von og trú að enda þetta sem fyrst. Rósa, hvernig endar það? Vonandi endar þetta bara sem fyrst. Það voru í dag í fréttum, þá komu erlendu fréttum að þá voru svona, ég myndi nú ekki kannski segja jákvæðari tónn, en það var talað uppbyggilegan tón af hálfu Rússa. Ég held samt sem áður að þeir mun ekki sætta sig við neitt nema yfirráð yfir siglingaleiðum inn í Krímska og þar í kring og söður Úkraínu og svo líka Donbass. Og það er spurning hvort að það náist. Síðan hérna, af því það var líka að tala Georgíu hér, Rússar tóku 20% af Georgíu og ég sem þingmaður og starfandi á alþjóða vettvangi var stöðugt að hitta Georgíumenn sem vildu funda með mér einmitt til þess að liðka fyrir inngöngu Georgíumanna inn í NATO. Þannig að það er gríðarleg hræðsla líka ekki bara inn í hérna Úkraínu heldur líka inn í aðliggjandi löndum sem vilja
eru lafandi hrædd við Rússa. Sko, vonandi náttúrulega bara vonum við öll að þessi ljúki sem allra fyrst og þeir ná einhverju samkomulagi og það náist að hefja einhverju uppbyggingu inn í Úkraínu. Ég myndi halda að það samt svona allra jákvæðasta sem við getum ímyndað okkur, en það verður mjög erfið uppbygging sem mun eiga sér stað eftir þessa innrás inn í Úkraínu. Ég held að Rússar vilji að Úkraína verði önnur Tsjetsjenía sem hryllingur, sko, sem algjör hryllingur. Tsjetsjenía orðið í raun og veru bara sko athvarf fyrir hérna verstu glæpi og hérna algjörlega stjórnlaust sko að öllu leyti. En síðan hérna, þannig við skulum vona að það fari ekki svo. En síðan sko annað að hérna áhrifin sem þetta mun síðan hafa inn í evrópska stjórnmál, inn í Evrópu verða geigvænleg. Núna á 17 dögum þá hefur að verða 2,5 milljón manna flúið inn í Evrópu. Frá sko, ef við ætlum að bera saman við Sýrlandsstríðið sem að olli ótrúlegum hérna hlutum inn í evrópskri pólitík og miklum skjálfta á mörgum sviðum, þá voru það 1 milljón manns sem að flúðu frá Sýrlandi inn í Evrópu og það voru 2 lönd sem báru uppi þá flóttamenn. Það var Þýskaland og Svíþjóð. Þýskaland með 70% af þessari milljón og hérna Svíþjóð með 12%. Þannig að við erum að sjá svo miklu meiri fjölda flóttamanna koma inn og ég veit ekki alveg hvernig Evrópa mun síðan takast á við það allt saman. Vegna þess að það verður erfitt fyrir það fólk að snúa tilbaka í sína heima. En við skulum vona besta, en ég meina bara vonum að verða ekki hernaðileg ítök áfram og að það náist einhvers konar samkomulag. En það eru gríðarlega herfið tímar sem munu blasa við Úkraínumönnum þrátt fyrir samkomulag. Svo náttúrulega rofi mataraframleiðslu og flutningum frá Úkraínu og Rússlandi, til dæmis til Norður-Afríku og Egyptaland síðan með 70% af öllu korni sem neytað eftir frá þessu 2 löndum. Þannig að þar vofi líka yfir sko, og menn eru byrjað að velta því fyrir sér því að arabíska vorið spratt upp af hækkun matvælaverðs, þannig að það getur verið sko pólitískur órói út allan heim út af þessum átökum. En Vilhjálmur, þú færð að svara líka, hvernig endar þetta? Ég treysti mér eiginlega ekki til að segja mikið það. Það bara, fyrsta lagi þá held ég bara sé engin leið að átta sig á því og fyrir utan það alla þessa anga sem að, hvað það sem endar, segjum nú að jafnvel þið semjið þannig að verði friður þá ég held bara að þetta muni hafa líklega mjög langvarandi áhrif á heimspólitíkina. Síðan bara, sko, það oft svo margt ófyrirsjáanlegt sem að svona hlutir leiða af sér og það svo erfitt að ef maður reynir að hafa einhverja von í þessu þá sko, ég held að fyrir okkur Vesturlandabúum mörgum hverju þá birtist þetta stríð sem einhver og aðdragandið þess líka sem einhver ofboðsleg tímaskekkja. Þegar við vorum að sjá myndir af skriðdrekum með einhverjum hríslum upp og einhverjum tankbílum, sko, þetta var svo anakrónist og maður velti fyrir sér, sko, þessi hugsun, hún ekki farin að ná til almennings? Ég ekki að hugsa ráðamenn til dæmis í Rússlandi og á þeim slóðum heldur, sko, ekki almenningur dagsins í dag, fer hann ekki að brjóta af sér þessar hugmyndir. Það náttúrulega eitt af því sem hefur alið á þessu öllu saman gríðarleg þjóðernishyggja sem hefur náttúrulega verið bara að eflast alls staðar. En sem sé, ég í rauninni ekki að segja hvernig þetta fer, ég að segja að ég hef ekki hugmynd hvernig þetta fer, en ég vona að það verði eitthvað sambland af góðu og illu, ég veit að það verður illt, en held ég, það verði margt illt sem að þessu mun hljótast og þið eru búin að nefna það. En ég svo sammála Sólveigu Önnu greininguna á hinu samofna eðli hins slæma og hins góða, þannig að hins góða mun með einhverjum ófyrirsjáanlegum hætti koma þarna fram jafnframt. Ég nú að leika mér að því að spyrja ykkur hvernig það fer þetta vegna þess að það enginn í tímana, svona óvissu tíma, þá sér maður ekkert fram, sko. Þannig að ef við værum á friðartímum þá getum við kannski talað langa tíma framtíðina, en svo gerast einhverjir atburðir og við sjáum ekki neitt, en þá gott að hafa sjáanda í hópnum sem Ásmundur, Ásmundsson, myndlistarmaður. Hvernig endar þetta?
Já, ég segi bara svo hinni, ég hef ekki hugmynd um það. En ég vona að, ég vona bara auðvitað að þetta bara verði búið sem fyrst, og ég vona að þessi sýning sem þú nefndir, sem að fjallar heimsendi, að hún rættist ekki, en það var hún ekki, er þetta ekki sýning sem var hugsuð sem svona einhver dómsdagsspá, heldur meira að fjalla bara það sem við erum í rauninni að tala hér í kvöld. En já, nei, það er ómögulegt að segja hvernig það fer. Eins og einn sagði, sá einhver sem sagði að allavega Íslendingar þeir þurfa ekkert að óttast nema þriðja heimsstyrjöldin skelli á. Og það er auðvitað það sem við erum að óttast, held ég. Það er það sem líðurinn sko virðist vera að kalla eftir. Virðist vera að kalla eftir því, en kannski meinar það ekki, meinar eitthvað annað, sko. Vill frið, en kallar á stríð. Og ég vona að svona fólkið átti sig á því að það er með því að já, nú, það maður að fara svo varlega, sko, svo maður ekki kallaði sko pútinisti, en já, það er að kalla á stríð, það held ég að sé, já, vonandi hætta með því og fara að kalla á frið. Ég man það þegar maður var yngri, ég man ekkert hver var alltaf að segja þetta, sko, það var talað að það væri bara í minnið væri þannig að á 70 áru þá gleymdu stríð og eftir 70 ár að þá væri allt í einu orðið svona hljómgrunnu fyrir því að fara aftur í stríð, að það væri svona eðli mannsins. Það er mikil stemming fyrir því núna, það verið styrra, sko. Og helsta hetjan er náttúrulega forseti í Úkraínu og hann er einmitt að biðja það sem að hann, þegar þú segir, þegar maður ef þú klæðir því úkraínska fánan og forseti Úkraínu er hetjan í þessu, þá hann að biðja no-fly zone, hann kallar á það. Þannig að ef ég klæði mig í úkraínska fánan, er ég þá að taka undir það? Er ég að kalla á það? Þetta er flókið. Þetta er mjög flókið. Ég held að menn þurfa að fara mjög varlega í það, hverju þau flagga. Og ég held að sé alveg óhætt að flagga písmerkinu. Ég held að það sé alveg, sko, hefði maður haldið. En það er meðvirkni. Að vera með písmerki þá ertu meðvirkur. Þetta er flókið tímar. Þetta er mjög flókið. Reyna á samfélag og reyna líka á okkur. Reyna á okkur sem svona vitsmunaverur og hvernig við reynum að skilja okkur og hlutverka okkar í heiminum. Hvað við getum gert. Það er tökum undir. Herðu, ég þakka ykkur öllum fjórum kærlega fyrir. Við erum háskólatímum og ég kallaði á fulltrúa þeirra tækja sem að mannskepnan hefur til þess að greina ástand. Þeir eru fulltrúar heimspekinnar og guðfræðinnar, pólitíkunnar og listarinnar og þetta var þeirra spjallum okkar háskólatíma. Vilhjálmur, Ásmundur, Rósa og Sólveig þakka við kærlega fyrir og þakka hlustendur líka sem að stöldruðu við og hlýddu á okkur. Minni á að seinni kvöld verðum við með þátt sem að heitir Miðnætti í Kænugarði, það er klukkan 22, 10 í kvöld. Í kvöld kemur Valur Gunnarsson og við ætlum að fara yfir stjórnmálasögu Úkraínu frá hruni Sovét. Þannig að það er svona meginefni þáttarins, en svo fyrir við aukþessum við bara stöðum í stríðinu. Við segjum frá ólígarka vikunar sem nýr þáttur í okkur. Við erum að kynna okkur þá menn og það verður eitthvað annað sem verður á dagskrá. Já, við ætlum líka að tala það við nefndum hérna áðan. Við ætlum líka að fara þessi yfir áhrif stríðsins á hráefnismarkaði í heiminum sem eru allir á leiðinni eins og raketa upp og sem byrjað að hafa gríðarlega áhrif út allan heim og sérstaklega í fátækarlöndum og sérstaklega í fátækari hluta fátækarlanda. En takk fyrir í kvöld.